Það er hægt að skrá sig inn á Microsoft 365 skíið í gegnum FB-vefinn. Ég hef hins vegar vanið mig á að skrá mig inn gegnum office.com, kannski vegna þess að ég hef aðgang að fleiri en einu skíi í Microsoft, þannig að það var svona þægilegra. Hér er ég komin inn í Microsoft 365, ég ætla bara að kalla þetta 365, og málið er að þó að þetta vídeo fjalli OneNote, þá er staðreyndin svo að hér í þessari fyrstu skjámynd sem mæti mér, þá er svona mjög góður aðgangur að skjölum og mjög oft fer ég ekkert lengra heldur en hingað til þess að sækja skjöl. Í recommended línunni þá eru þau skjöl sem ég svona síðast verið að vinna með og mjög oft er ég bara að halda áfram í slíkri vinnu. Og þar fyrir neðan koma næstu skjöl og þeim er raðað eftir því hvenær ég var að sýsla með þau síðast. Þannig að þetta er alveg mjög góður aðgangur að skjölunum mínum. Nú, ef ég smelli hér á My Content, þá heldur þessi Quick Access listi bara áfram. Þetta eru sömu skjöl. Ég hef svona fleiri möguleika á því að síja þau hérna. En í raun og veru eru þetta skjöl sem að annarkvort ég á eða hefur verið deilt með mér. Þetta er ekki beint svona aðgangur að mínu OneDrive, en þetta er aðgangur að mínum skjölum eða aðgangur að skjölum sem ég hef lefið til að sýsla með. Og það sem er komið hér svona nýtt í kerfið eru tög, sérstaklega athygli á því að þú getur taggað skjöl. Þú getur farið hér og sett eitthvað svona tag á skjal sem að einfaldar að finna það aftur. Ég er persónulega mjög hrifinn af tögum, það er svona skemmtilega heldur en þessi endalausi möppu strúktúr. En loks er ég með feedið sem að truflaði mig dálítið svona til að byrja með þegar ég sá það, en ég fann að venjast í, og feedið er eiginlega bara listi yfir þau skjöl sem ég hefur að vinna síðast með og svona þægilega leið til þess að halda áfram. Feedið, ef að þú ert í til að mynda Edge vefskoðaranum og þú opnar nýja flippa, þá mætir feedið þér. Þá ertu komin hérna hingað inn og getur haldið áfram að vinna með skjal sem þú hefur verið með í gangi. Og athugaðu að þetta virkar bara ef að þú ert í Edge og ert innskráður með það, innskráð. Þannig að mjög oft þá opna ég ekkert OneDrive þó að ég sé í raun og veru að reyna að sækja skjöl sem ég er að vinna í OneDrive. Þegar ég ætla að nota OneDrive, þá fer ég hérna og ég fer í OneDrive, ég ætla að smella á punktana 3 og gera Open a New Tab og þá opnast þetta eiginlega OneDrive og það fyrsta sem mæti mér er mjög svipað og mæti mér þegar ég opna 365. Það sem hét áður recommended, þetta er núna For You, þetta er gervigreindin í Microsoft að mæla með skjölum. Og eins og áður þá er þetta svona skjöl sem að ég hef nýlega verið að vinna við, en þetta er líka skjöl sem að kannski einhverju hefur gert, kannski hef ég deilt vördskjali með einhverjum og viðkomandi hefur sett athugasemd, þá mun að birtast þarna svo ég geti fljótlega brugðist við þessari athugasemd. Og hér fyrir neðan undir liðnum Recent get ekki gert mikið, ég get síjað eftir hugbúnaði eða leitað eftir einhverjum einstakling. En þetta er svona listi sem er flokkaður eftir þeim skjölum, svona hvenær ég átti síðast við þau. Eiginlega OneDrive, það sem ég vil svona kalla OneDrive, er dálítið þetta hérna, My Files. Þetta eru mínar skrár. Þetta eru skrár sem ég á og hugsanlega hef deilt með öðrum. Nú, ég hef líka fleiri svona sýnir á þetta. Ég get farið hér í Shared og ég vek athygli á því og ég hef sagt það mjög oft að Microsoft 365 er vettvangur til þess að vinna saman að hlutunum. Þannig að Microsoft gerir mikið úr þessum shared möguleika. Og hérna eru sem sagt skjöl sem eru deilt með mér og hér þá ef ég smella á Bio þá er þetta skjöl sem ég hef deilt með öðrum. Nú, ég hef favorites. Alltaf þegar þú ferð yfir skjal þá getur þú merta svona sem favorites, svona uppáhaldsskjal. Og það er bara sniðuleið til þess að merkja skjöl sem þú þarft að hafa mjög fljótan aðgang að. Og loks er það ruslafatan, ef þú hendir skjali, þá fer það í ruslafötuna og það lifir í ruslafötunni í 30 daga áður en því er endanlega eytt.
úr skýjunu og þú getur alltaf endurkallað skjalið og smellir á skjal, þá er restore takki hérna til að endurkalla það. Þannig að þú hefur 30 daga frá því að þú setti skjalið í ruslið. Nú síðan erum við með möguleika, svona frekar í síun og skjölum eins og hérna undir people og þá byggir þetta á því eins og má sjá að ég get fengið yfirlit yfir skjöl sem er deilt með mér og svona flokkað eftir þeim einstaklingum sem að deila skjölunum og ég get pinnað eins og sem pinna Guðrúnu Hallgríms og Hrafnhildi, ég get pinnað Hjörvar hérna bara með að smetla á hann og pinna hann hérna. Meetings, við notum fundakerfið allt og lítið í FB, þurfum að fara að gera miklu meira af því. Hér væri þá skrár sem að væri deilt með mér í fundum. Það er að deila skjölum þegar að fundir eru haldnir og þá myndir þau birtast hérna. Logs er quick access og þetta hérna, quick access, þetta eru skjöl sem eru ekki í OneDrive heldur í SharePoint. Við erum með 2 gagnahýsingar í Office 365 eða fyrirgefið Microsoft 365, við erum með SharePointið sem er svona stóra gagnahýsingin og við erum með OneDrive sem er gagnahýsing, svona einstaklingsbundin gagnahýsing og hérna get ég búið til flýtivísa yfir í SharePoint. Einfaldasta leiðin til þess að gera þetta er bara eitthvað sýningur dagins að ef ég fer hér í Teams þá ég hérna inn í teymi sem heitir upplýsingatækni og gervigreind, þar er files, sem sagt, það alltaf skjala hýrsla einhverju einasta teymi og hvert einasta teymi raunverulega hýst á SharePoint. Þó að við kannski sjáum það ekki, þá þetta allt saman hýst á SharePoint. Og hér ef ég í þessari skjalahýrslu, þá get ég búið til flýtivísir. Hérna, add shortcut to OneDrive. Ef ég býti flýtivísir yfir í þessa skjalahýrslu, þá myndi sá flýtivísir birtast hér. Þannig að það eru teymi sem við erum að vinna með í hérna, sem hýst í SharePoint og teymi sem við erum að vinna í og þá mjög auðvelt fyrir okkur að búa til flýtivísi af möppurum í þessum teymum hingað. Þannig að við getum náð þeim á einn stað. Nú, hér í My Files, þá þetta mitt, sem sagt, mína skrár eins og ég sagði, það þýðir að þegar að ég að vinna með þær, þá hef ég mjög mikið af möguleikum og ég get eitt skrám, ég get ekki eitt skrám yfir home, sjáðu þið fyrir hér í home og ég skoði þessa möguleika, þeir eru miklu færri af því að þetta ekki endilega mína skrár, en í My Files þá get ég til að mynda farið á punktana 3 til að kalla hana skipanir og ég get breytt litnum á möppunni, þetta nýtilkomið ekkert stórvægilegt en svona dæmi þessar litlu breytingar sem Microsoft að kynna í hverjum einastu mánuði, alltaf að koma eitthvað nýtt. Ég get síja hlutina hérna, ég get að sjálfsögðu deilt skjölum inn og út úr húsi, fer betur yfir það í sérstöku vídeói og ég get smelt á skjal og farið hér í details til þess að skoða svona ítalegri upplýsingar skjalið og ég fæ sýnisorna skjalinu, ég get meira að smelt hérna á skjalið til þess að flakka á milli glæra, það sem þetta er PowerPoint skjal, ég fæ upplýsingar hversu ofta það hefur verið opnað, ég fæ upplýsingar hverju hafa aðgang og meira. Ég hef líka, ef ég smella á skjal, þá fæ ég yfirlit yfir sögu skjalsins, þannig að segja í hversin sem ég vissi að það verður til ný útgáfa og hér útgáfu sagan. Þannig að ég get opnað eina útgáfu og ég get opnað næstu útgáfu, ég get endurkallað útgáfur ef eitthvað hefur verið breytt fyrir svona einhver miskilning. Þannig að í mínu OneDrive þá hef ég miklu meiri heimildir, þar að segja, já, í My Files er miklu meiri heimildir heldur en ef ég þarna bara í Home. Það er auðvelt að flokka skrár hérna, það er bara hægt að draga þær og sleppa þeim. Það má hægri smella til þess að fá aðgerðir og ef ég hægri smelli þá ég líka með aðgerðina Move to sem eiginlega það sama eins og ef ég dreg og slepp. Mjög auðvelt að færa skrár, ég smetla á skrána sem ég vil færa, ég smetla möppina sem ég vil færa skrána í og ég smetli bara á Move hér. Þannig að öll skráarvinnsla er afskaplega einföld sem sagt í My Files og nánast bara þetta er eiginlega það sama eins og að vinna með skrár í tölvunni. Nú,
eitt lykilatriði er leitin. Þegar ég fyrir hér leitin á, ég leita eftir kennslu áætlun, þá er sjálfgefið að leita í mínum skrám. En ef ég fer hér í whole organization, þá gerist alltaf skrítið. Þá er sem sagt leitað í öllu fyrirtækinu þegar ég fyrir hér í files, og venjulega væri fyrirtæki, en hjá okkur þá þýðir fyrirtæki í raun menntaskýið, sem þýðir að ég er að leita í öllum skólum sem hafa aðgang að menntaskýinu. Og staðreyndin er svo að fólk deilir oft skjölum þannig að þau eru bara opin og aðgengilega öllum. Þannig að hér er ég að fá alls konar niðurstöður sem að ég ætti í raun og veru ekki að fá. Þannig að passið ykkur þegar þið deilir skjölum á OneDrive að deila þeim niður á einstaklinga, ekki hafa þau algjörlega opin, nema það sé nákvæmlega það sem þið viljið, sem að er kannski í fæstum tilfellum það sem við svona ætlum okkur að gera. Nú, ég mun fara betur yfir þessa deilingamöguleika, en svona í kjarnan þá er þetta OneDrive, og ég hvet ykkur til þess að geyma skrárnar ykkar hér. Þið getið haft það hér og speglað þeim yfir í tölvun ykkar, þannig að þið getið unni með það án að vera tengd við netið, og svo bara er þeim hlaðið upp á OneDrive þegar þið komist í tengslu við netið. En endilega vista skrárnar ykkar í OneDrive, það eru miklu öruggari það nokkuð tímann heldur en á tölvunum ykkar, heldur en á flakkara USB-drifi eitthvað slíku.